Ég er verksmiðjustjóri á hérna frystiskipi hérna í Argentínu. Búin að vera nokkuð lengi. Þetta var reyndar nýsalagsfyrirtæki sem byrjaði. Já, ég er búin að vera hérna í 17 ár. Þegar 13 ár þar á undan í Nýja-Sjálandi. Hvernig er lífið þarna má segja, á hinum endanum? Já, svona, það er öðruvísi. Já. Það er öðruvísi heldur heima en öðruvísi kerfi. Ertu með þetta er bara fínt hérna, sko. Já. Ertu með fjölskyldu og svona þarna niður frá? Já, ég er með 2 börn hérna og 2 börn og hérna. Þannig ég er búin að búa hérna í 16 ár í Argentínu. Og alltaf verið að starfa á þessum skipum? Já, búin að sjá hérna sjálfsmaður á dekki og sem síðustu svona 20 árin sem verksmiðjustjóri. Ok. Hvað eru þið að fiska? Það er hvítfiskur, sko. Það heitir hóki. Það er bara svona verið að gera svona, við erum að fremlega aðalega fyrir hérna McDonald's, hérna blokk hérna frista blokk sem þeir skera síðan niður. Ok. Aðalega á Kínamarkað. Er þetta langar út yfir? Það er ekkert best. Já, við erum svona 40 daga út yfir. Það er bara, sko, bara að vinna 6 mánuði á árinu, sko, við bara að ferða kannski 40 daga og sem verður 40 daga heim. Ok. Eru þið í Kyrrahafinu eða Atlantshafinu? Og þannig að... Nei, við erum hérna... Við erum aðra að veiða hérna rétt við hérna við línuna við Faklaseyjar og sen náttúrulega við Suðurskautið. Og hérna... Þegar við förum hérna, en hérna, við erum náttúrulega límdir við hérna Chile hérna hinum meginn náttúrulega. Og það er vandamál, það er svona gest, er hérna allt lokað, að því, sko, hérna, það sem við erum, það er hérna, þetta er eyja, þess að við förum í land. Já. Og hérna, til þess að koma landleiðina, þá þetta fara, sko, yfir í Chile. Og hérna, það er náttúrulega lokað öll, landamæri er náttúrulega öll lokuð núna. Já, flugvöllurinn lokaður að því hérna og svo margir starfsmenn á flugvöllurinn eru sýktir. Þetta er mikil túristastaður, sko. Það komið mikið af Íslendingum hérna á þessum jeppaferðum hérna sem fara á Suðurskautið. Ok. Þetta er næst hérna Suðurskautinu, bærið sem er næst Suðurskautinu. Já. Hvað er langt síðan þið komið í land? Við komum í land 27. Þeir eru í 8 dagar eitthvað, 9 dagar. Og þeir veitur ekkert, þú veist ekkert hvað þetta stopp eru lengi? Nei, það er rosalega þetta að segja það. Það verður að tala að flugvöllunum verður allan að loka hótel í maí, sagt. En hérna, það er alltaf kjaftastöður í gangi, en alltaf kemst ekki áhöfnarnir heim. Og hérna, við komum náttúrulega ekki heldur áhöfn til þess að taka við á okkur. Það er hérna, skisturinn hérna er íslenskur, sko, hann er fastur hérna, sko. Og hérna, sem á að koma, það er það. Eru þið margir Íslendingar? Það eru 3 Íslendingar um borð. Það eru 3. Það er Geiri Pétursson, hann er hérna bróðir hérna Lindu, hann er hérna búsettur í Nýja-Sjálandi. Hann er náttúrulega fastur líka. Og hérna, sem tekur við á honum er norskur, þannig að hann kemst ekki inn í landið og kemst ekki út úr landinu. Og líka hérna Magnús Þórarinsson, sem er á móti honum, heitir Halldór Guðnason, hann er náttúrulega fastur á Íslandi og þessi er fastur hérna. Og þeir hafa reynað að koma skipunum aftur á sjó, því við megum vinna, sko. Við náttúrulega erum ekkert svona hættu, við séum smitaðir í landinu og búin að vera á sjó í 40 daga. En hérna... Ástandið borð er í góðu lagi? Það er ekki þessi áhöfn að vill ekki fara aftur á sjó. Þeir vilja fara heim til sín. Já. Þannig að þetta er þetta ástand. Og þau vitið ekkert hvenær þið eru komist frá borði? Nei, sko, á morgun þá sendum við hluta áhöfnarna í okkur sem eru tilbúin að fara, sko, það eru 3 skip í fyrirtækinu
þá settum við hluta áhöfnin í okkar yfir á annað skipið til þess að koma því allan á sjó. Síðan bara hinn og síðan náttúrulega þess að við sendum yfir þá senda þeir aftur til okkar. Það náttúrulega öll hótel og allt lokað. Og þannig að við varum bara bíða og sjá hvað gengur. Það er bara einhver aðstæður, það veit enginn hvað mun sker, það er málið. Þetta er rétt að byrja núna hann var alltaf seinna að koma reynda að loka fyrir 3 vikum öllu en mjög snemma, eins og með heima og lokuðu mjög seint flugumferðinni. En þeir bara lokuðu öll því að þeir eru ekki tilbúinir í eitthvað svona heilbrigðiskerfið náttúrulega í rúst Já, menn ekkert að ráða við ástandið. Já, ég held að segja bara svipuð smitt og bara Íslandi, það segja 1400 held ég að segja eitthvað í gær. En það eitthvað með 80 manns bara degi úr því. Svolítið há tala með að við en það er náttúrulega miklu fleiri sýktir heldur en heima á Íslandi náttúrulega verið að taka test á næstum öllum. Og fyrir einhverju 2 dögum þá voru 1200 smíð og það var búið að gefa 4600 test, það var rosalega hátt hlutfall. Já, það var bara að loka all inni. Það er náttúrulega til dæmis eins og ég byggi svona, kallað smábær eitthvað 12.000 manns. Það fær enginn að fara inn í bæinn ef maður bara með heimilisfangar. Já. Það er bara búið að gera svona þessi reglur Ef þú ert ekki með heimilisfang, þessu býrð eins og þú byrði, ég veit ekki í garðinum, ég veit ekki hvort þú búið í garðinum að Keflavík ennþá. Já. Og að koma að Reykjavík og fengur ekki að fara inn í garðin ef þú ert ekki með heimilisfangar. Og bara útgöngubann? Þannig að það er búið að vera í 3 vikur. En náttúrulega, það er náttúrulega bara eins og supermarkaðarnir og apótekin og eitthvað svona opið en það er náttúrulega landbúnaður og sjávarútvegur má vinna náttúrulega bara sem að framleiða mat. En það er rosalega erfitt að fá leyfi til þess að keyra á götunum það er rosalega erfitt Og það getur skýrt fram á þess að fara í vinnu og þessi vinna sé samþykkt að heilbrigðisráðuneytinu. En fyrir okkur er þetta erfitt, við erum kannski 3000 km í burtu. Og það fari ekki rosalega mörg fylki til þess að komast heim og það sé bara ekki séns. Og þeir eru bara stungið í steinin ef þú ert ólöglega út að ferða En hvað þið að gera borð á meðan að þið eru ekki að veiðum? Þið eru bara bundnir við bryggju? Bara láta ykkur leiðast? Já, tökum út til að elda til skiptist og maður svona kokkur hennar slæði og Nei, við erum svona með alls konar námskeið svona fyrir strákana að reyna náttúrulega, það eru strákar náttúrulega sem eru ekki eins og búið að deyja einhverju fjölskyldunum hjá þeim, ekkert út af þessu vírus, bara óbeint þessu, en þeir komast ekki heim til sín. Það er bara ekki hægt að ferða það, sko. Sama hvað kemur upp heima hjá þér, þú myndir bara ekki komast heim til í augnablikið allana. Hvað eru þið margir í áhöfn? Við erum, hérna borð eru 55. Og sko, það býr enginn það sem við förum í land, sko. Það er langt stöðu frá, sko. En málið það sem við förum í land er rosalega vinsælt túristastaður. Það var bara rosalega mörg skemmtiferðaskip og var akkurat nýbúið. Og hérna á milli janúar og mars sem dæmi voru áætlað að vera 500.000 manns fóru í gegn hérna, allt erlendi ferðamenn og sérstaklega Kínverjar. Þannig að þessi staður er bara alveg lokaður núna, sko, og var ekkert tjekkað á fólki, ekki neitt. Nei. Þannig að það er ekkert von á góðu þegar það að testa hérna almennilega hérna, sko. Þú ætlar bara að halda þig borð, þú ætlar ekkert að reyna að króka leiðir heim? Jó, við erum náttúrulega, það er bara flugvöllurinn lokaður. Það er bara ekkert í boði hérna. Við sem náttúrulega áhætt að ferðast líka. Við erum að reyna, sko, náttúrulega 2 áhafnir sem þurfa að komast heim til sín.
við fáum bara, það er verið að skoða, sko, við fáum ekki bara sérstakt flug fyrir okkur, þannig að við þurfum ekki að vera að hitta annað fólk. Já, bara leiguflug. Og síðan hérna, já, bara leiguflug og síðan bara sér rútu frá Buenos Aires, þess að halda áfram, ekkert vera að reyna, það verður náttúrulega að reyna að halda okkur frá öðru fólki, við veit ekki að fara að ferðast með einhverjum útlendingum og flugvél, sko, augnablikinu. Já. Nema að það sé búið að fara í sóttkvít og eitthvað svona. Þannig að maður er ekkert að svona, ég er ekkert að svona hugsa að hlaupa heima því það er að segja, ef það er ekki svona leiguflug fyrir okkur, þá þarf maður að svona hugsa sér tvisvar að ferða, sko. Þetta er bara algjör óvissu ferð að vera að fara út í ykkur ævintýri. Þá er betra að vera bara borð. Já, en við erum langur örgustur borð, en málið er það að Argentíns áhöfnin, þeir hugsa þetta aðeins öðru sér en við erum eiginlega bara heitt en við megum að vinna, sko. Það eru svaka vandræði landir núna, þeir búið stopp í 3 vikur og það er að tala 50% af fólki sem er í vinnur og vinna á svörtu. Já. Og það ímyndaðir ástandi fólk á bara ávikið fyrir að borða. Það er orðið svaka ástandi. Svo skoða eins og Ekvador aðeins norður frá okkur, sko, það er ekki eins og tekin líkin á gödunum, það er bara skýla eftir á gödunum. Það er rosalegt. Svona fátækari lönd eru bara reyndar rosalega í þessu. Og þeir eru reyndar búin að halda það sem er opinbera tölur, þá eru búin að reyna að halda það helviti vel svona þeir eru ekki fengið hvað þetta kalla þetta pík þeir eru að halda þessari línu út og sjá þetta á netinu og svona línunar að það fer svona upp. Það var ekki þeir lokuðu rosalega snemma. Þeir vissu það, sko, þá fóru hann að panta öndunarvélar og gera sér tilbúin í þetta því það er náttúrulega rosalega spillt kerfi og það er bara ræn öllu og það er bara ekki til á spítalunum er bara eitthvað, þú myndir helst ekki lappinn á spítala Nei. Það er bara meira hægt að lappinn á spítala heldur en öfugt, sko. Ok. Þannig að það er vandamál í Argentínu. Og reynda mjög gott hjá að loka snemma. Ég var kvart undan í Ísland og svo seinir að loka. Já. Það skildi ekki að ferðamenn voru að koma í landa og svo farið sóknu, það sem er ótrúlegt heim á Íslandi, sko. Þannig að